Já, ég hræddur það, kæra hlustendur. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt árið, maður. 7. janúar 13. Hann genginn í garð og í dag kveðum við jólin. Já. Er það í dag? Nei. Jú, og ég að sjálfsögðu hér með Lavazza. Mér er við hönd og þú einnig, eða ekki? Jú. Ertu ekki með fjólubláan? Nei, ég er með svartan. Svarti, ég er að býta í baunina. Þetta er eins og að býta í baunina. Þetta er rótstert helviti. Það er líka djöfusins frost, eða kuldi. Já. Og þetta stúdíó, hvað það er ískalt hérna. Við erum hérna Árla morguns og ég er á bólnum bara með vantar lopapeysu núna, sko. Já. En Lavazza, það líða mér, bæði hjartarætur og svo bara gott í kroppinn. Já. Við þökkum Lavazza kærlega fyrir samstarfið og ef þú kæri hlustandi ert ekki byrjar að drekka Lavazza þá spyr ég mig hvað er í gangi hjá þér? Herðu sömulegis... Fyrir vinnustæði? Já, þetta er bara fyrir alla. Ætlaðu við geta ekki pantað þetta einhvers staðar? Danól? Jú, sjálfsögðu. Já. Heyrðu í Danól? Drífið í því. Heyrðu í Brynju hjá Danól? Já. Ekki spurning. Heyrðu, svo er það sjálfsögðu með okkur líka Örbjörg. Og þú er nú sög að segja frá þeim núna. Heyrðu, sko, þetta er eitt sem að fólk verður að spá í. Það er tvennt. Það er búið að vera hrottalegt frost. Já. Og fyrir fólk á svæðum, það sem er húshitun með rafmagni. Já. Þá skiptir sköpum að vera ekki að borga mikið fyrir rafmagni. Já, nú gerir það, sko. Hitt er, frétt sem við erum ekkert búin að covera mjög mikið, eða bara ekki neitt, var þarna, ég er ekki með þetta, með sko upprunavottorðin. Já, emitt. Nú fæ ég kannski einhverja frá Lalla frænda og Landsvirkjun yfir okkur, sko. Ég átti þessar rökræður við einhverja frá Landsvirkjun, emitt. Upprunavottorðin, já. Þeim fannst ekkert að þessu. Mér finnst þetta skrítið. Við höfum alltaf rætt þetta áður í þætti hjá okkur, sko. Já, sko. Þú veist. Það má ekki eðilegja góðan þátt með að fara yfir í kolefnisúpuna. En sko, ef ég skildar rétt, þá er viðbúið að heildsöluverð á rafmagni gæti hækka, sem að fer náttúrulega bara beint út í verðlag til endursöluaðalana. Þannig að það sem ég ætla að segja, fara inn á örbjörg.is, gleymið aðeins áskriftinni, gleymið aðeins áskriftinni, ekki spá í fasteigninni núna. Fara inn á örbjörg.is, / rafmagn og ég myndi skottast yfir í raforkusala sem er með lægsta krónu per kilowatt. Það er mín ráðlegging. Þau undir raforkan mín inn á örbjörg.is. Við þakkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfi og minnum líka á áskriftina sem getur sparaðir heilan helling. Já. 1190 á mánuði er ekki neitt. Sorry, ég sé þetta hérna. Hver er ástæðan fyrir því? Það munar rosalega miklu á lægsta. Hver er ástæðan fyrir því að N1 selur á 6,98? Já. Þegar Orka náttúrunnar er að selja á 9,55 krónur kíló. Já, það er góð spurning. Guð bless ykkur Reykvíkingar að hafa N1 þarna innan handar og Örbjörgu til að hjálpa ykkur að lækka rafmagnsreikningin. Inn á Örbjörgu strax, það er mjög þægilegt að gera þetta þarna bara og ítir á skipta yfir. Strax í dag. Takaði beint yfir. Skiptið þú raforkusala, einfaldaðu fjármálin með Örbjörgu. Já, annars eitthvað nýtt í þessu. Það er náttúrulega bara áramótaheit að borga sem minnst í rafmagn árið 2023. Já. Það er mitt áramótaheit. Það er þitt áramótaheit. Já, vera meira woke. Það er mitt. Og ég ætla að byrja að ganga með húu í ræktinni. Já. Það er skemmtilegt áramótaheit. Já, derhón er átt. Varstu fyrir inspirasjón einhvers staðar? Já, ég sá hann einhvern með 66 gráður, sko mauk sveittan, fertugan, með húu inni. Og ég hugsaði, sko, ég er ekki að ná nógu mikið út minni rækt, en þessi gaur er að gera það. Ég ætla að fara að ganga með húu í ræktinni. Já, skemmtilegt. Já, nei, ég er nú ekki vanur að strengja mér áramótaheit, en nú lofaði ég sjálfur með því að ég þyrfti að ná tökum á svefninum. Já. Það var mér, sko, og ég er bara í aðlögun núna. Þú svona kúrari, það er... Nei, ég myndi ekki segja... heilkenni í þér, ég finnst gott að kúra. Það er nefnilega, sko, ég sef svo lítið, sko. Ég sofna alltaf eftir 2, sko. Já, það er... Þú veist, ég er ekkert að sofa þó ég vakni 9, skilurðu. Þá er ég ekki eins og ég sem búin að sofa 9 tíma. Þá er ég búin að sofa kannski 5-6. Þú ert eins og úlingur. Semi, sko. En ég meina, það er bara sumir svona. Það er líka bara, þetta er ekkert allslæmt. Þú kannski, auðvitað þér mættur þú kannski ná fleiri tímum. En fyrir marga upp á afköst og fleira. Þú bara nærðir ekki í gangi á daginn. Svo ertu bara hérna milli 10 og 2 eða... Ég veit svo sem ekki hvað þú ert að gera milli 10 og 2. Maður vill nú ekki fara að geta sér til það. Mestu afköst hafa alltaf komið eftir
svona 11 á kvöldin. Já, ég held að. Þá er ég ákastamestur og það hefur bara alltaf verið þannig, bara með þess að ég verið í háskóla og ég þarf að fara að breyta því, sko. Þetta gengur ekki lengur. Já. En við skulum segja að það sé mitt áramótaheit að reyna að snúa þessu við. En annars svona, þú veist, það svona blanda af hrylling og góðum fréttum svona 9 ári. Aðalega hryllingur. Já. Hann var nú frekar samt hérna... þetta samt eitthvað það illa staða? Nei, ég bara segja að þú veist, það svona dómsdagsspár hér og þar, sko, en það nú gaman að hann var heldur brattur Kauphallar fórstjóri, hann Magnús. Já. Er það ekki tvíburinn? Ég held það. Tvíbinn? Jú, Magnús Harðar, var það Páll? Annar þeirra tók við núna, Páll eða Magnús. Já. Er ekki Magnús sem núna? Jó, Magnús núna. Ég þekki ekki, þeir eru bara Gemini. Já, ok, nú einhver að býta í kottan, sko. En segjum bara Magnús, hann var brattur, hann sagði að þetta, það verið jákvætt ár, 2022, í Kauphallinni. Við náttúrulega vitum að það voru mikla lækkanir, og nú, meir en helmingu félaga sem lækkaði á árinu, sko, þannig að, maður spyr sig af hverju er hann svona jákvæður, en þá það mikið af viðskiptum. Það voru mikið af viðskiptum á árinu. Mikið fjöldi? Já, mikið af nýjum aðilum á markaði. Og þannig að hann segir að það sé alveg full ástæða til að vera bjartsýnn yfir hlutabréfunum, sko. Já, akkurat. En svona talandi það, nú talaði þessi leiðrétting, þetta tækifæri fyrir okkur litlu til að koma núna inn og fá smá aur. Það búið að vera leiðrétting og þau kallaði þetta í MBL fréttum varnarbarátta hlutabréfana 2022. Já, varnarbarátta. Já, það kemur nú, sko, þetta Iceland Seafood sem að rekur lestina í lækkunum, 59% á árinu 2022. Marel 44, Kvika 29, Arjón 21, Festi 19, það svona botn 5, sko. Já. En svo náttúrulega Origo toppurinn, 38% á árinu. Take a bow. Svo það Síldavinnslan, Take a bow. 20, Ölgerinn 17, Breim 16 og Alvotek 11. Það náttúrulega Ölgerinn og Alvotek komið inn á árinu. En þannig að já. Ég verð að segja það, hendin sjáti á Síldavinnsluna. Ég held að þetta var árið þeirra. Já, þetta ráðgjöf eða? Já, ég sko var nefnilega að taka lítinn annál, sjávarútvegi. Já, náttúrulega keyptu þarna. Sko, þetta eru risa kaup á árinu. Já. Þeir fyrir að fyrsta, kaupa land í janúari fyrra til að fara að byrja í skógrækt. Já, búin að spotta helst kólefnið. Komnir í kólefnisgeirann. Já, svo lenti það í smá bobba en ég held að það muni leysast. Svo bara í júni þá byrjar þetta. Kaupa í Arctic Fish, komnir í eldið, bara búin að vera með hvitt, fáum okkur smá bleikt, leikufiskum mættur. Mánuði síðar upp á dag, acquisition. Kaupa vísisfjölskyldan Vísi og fjölskyldan verður eitt stærsti enga fjárfestirinn í... Það þótti nú umdeilt. Já, bara væl, eins og alltaf, þegar kemur að sjávarútvegi. Og svo bara, þú veist, fullandi loðnuvertíð og allt að gerast. Já, klálega. Þú eflaust bara vel að þessari hækkun komin þarna hjá Síldavinnslunni og óskum þeim bara til hamingju með það og velfarnaðar á 9 ári. Akkurat. Nú, svo voru þetta einhverja svona, hafa verið að fara yfir hópuppsagnir ársins 2022. Það voru 6 árinu, 2022. 6 hópuppsagnir? Já. Ok. Voru það ekki fleiri? Já, kannski 2021 og 2020 sem var svona, svæsnara í þeim efnum. Já. En það voru 87 sem mistu vinnuna í fiskvinnslu, 42 í félagsstarfsemi og 39 í opinberri þjónustu. 78% tilkynntra hópuppsagna árinu voru á höfuðborgarsvæðinu og 22% á Suðurnesjum. Segðu þetta aftur. 78% tilkynntra hópuppsagna á árinu 2022 voru á höfuðborgarsvæðinu. Já, og restin á Suðurnesjum. Já, restin bara á Suðurnesjum. Þannig að það segja mér að Vesturland, Vestfirðir, Norðurland og Austurland. Já. Það virðist hafa... Ég vil að landsbyggðin sterk, hún stendur sterk. Já. Ánægður með þetta. En sko, þetta svo skrítið, hér kemur fram í fréttinni, kemur að 228 af 229 þeirra hópuppsagna sem tilkynnt varum á nýliðnu ári hafi komið til framkvæmd á síðasta ári. Ok. En já, það allan að forsíðan ber þess merki að það hafi verið 6 hópuppsagnir á nýliðnu ári. Já. Í hvað erum við að tala í Eflingar ígildum?
þetta 1? Hvað var aftur ígildið? Var ekki 56? 58 eða eitthvað, ég man það ekki. 58. Já, það var 229 manns sagt upp störfum, já. Já, smá, hérna, Ok. Villa hérna. En ég veit ekki, í Eflingar ígildum, þá er þetta 4,5 stykki, eða svo. Eða 4, kannski. 4 Eflingar ígildi. Held að. Já, ok, það er. Nú eru þau náttúrulega að standa í ströngu. Þau voru ekki ánað með tilbúðið frá SA. Nei. Ekkert frekar en fyrir daginn svo sem. Þetta er svolítið skemmtileg svona, hvað getur maður sagt, leksía eða í svona samningatækni. Fylgjast með þessu? Líka sko út af því að... En mér langar svo að vita hvað er að gerast þarna inni bara. Mér langar að setja hana fund. Já. Er ekki að stríma þessu einhvern tímann? Bara að hugsa líka sko, það er þvílík pressa núna á Efling að ná betri kjarabótum heldur en hinir, því að þau eru búin að missa út afturvirka sem að koma inn og þá eru glæða fyrir svona fræðimenn borgar það sig í samningaviðræðum að koma inn svona harsh eins og Efling er búið að vera versus það að vera bara nokkuð mildur. Og þetta er einmitt skemmtilegu punktur því að upp á þessi afturvirki faktor kikki inn. Líka bara ég held að hann sé samt ekkert 100% runnin þeim greipum sko, en það var talað að þau væri að verða of sein til að virkja það sko. Ég var líka bara það er þið alveg massíft klúður ef að það kemi ekki inn sko, þú veist, þá þurfti það að semja langt betur sko, heldur en það er náttúrulega fram í tíma. Sorry, það eru fjölmargir faktorar sem eiga þarna við, en ef við setjum þetta bara í samhengi við það að kaupa fyrstu íbúð ímyndaður að þú tækir þetta attitude þegar þú kemur inn 50 Ég er að fara að borga 42 ekki sjens að ég borga 5 ef þú kemur inn svona harsh það fara allir upp á afturlappina það er enginn að fara að gefa neitt eftir versus að væri pínu smooth þetta er fín íbúð en hvað eru við þannig 48 þú þarft svolítið að smooth inn þannig að ég held að vera mjög áhugavert ef það er einhver svona sérfræðingur í samningatækni að fá bara þeirra álit þetta rétt aðferð að koma svona tjúllaður sko. Já, ég las mitt bók sem heitir Samningatækni eftir einhvern mann sem er ekki Aðalsteinn Leifsson bara ég man ekki hvað hann hét núverandi ég man aldrei höfundarna sko en hún var fín sko þetta var svona dálítið bara svona basic þú náttúrulega lærir ekkit þú veist þetta þarf alltaf reynslu sko en Aðalsteinn hann er ríkissáttasemjari sáttasemjari sjálfur ég held að það nú flestir á Íslandi lært af honum gegnum HR eða bara á með kursa drullisegur Ég hef aldrei hitt hennar mann sko en maður hefur séð honum bregða fyrir Kenda þér ekki HR? Nei en fínasta bók enga síður og þú veist eins og þú segir að borga sér stundum að vera ekki alltaf harsh þú veist það borga sér alltaf við munum sjá það núna á næstu dögum eða vikum ég held ekki er þetta útspil að fara að borga sig munu hennar umbjóðendur eða þeirra græða meira á þessu heldur en umbjóðendur hinna sem að bara gengi inn sátu við borðið, voru svona, hvað, getum við gert betur hérna eða þarna eins og ég segi, ég held ekki ég er ekki að fara að borga fyrir eldhúsið lækkaði eldhúsið við 1.000.000 ég held að það sé ekki að hjálpa þessi svona frekar svona svarta umræði sem er í gangi bara verðhækkanir og annað nú var þarna kokkurinn líka veitingamenn og það er allt vitlaust þar ég held við þurfum að taka smá uppbeygju í ásetningaþáttunum og bara deep dive það er búið að biðja svo oft þetta og við höfum einhvern veginn við höfum meira verið svona í við fórum í Múlakaffi og Nings og þetta sko en við verðum bara að taka deep dive álagningu og svo er náttúrulega stega einn annar fram og sagði bara ef að kostnaðurinn er svona gigantískur þá verða tekjurnar bara að fylgja með og svo þarf bara að koma á daginn hvað gerist en það sem veitingamenn eru náttúrulega hræddir er bara að þetta verði það dýrt að fólk bara einfaldlega hætta að koma og það er aldrei gaman Nei, maður hefur nú síðan margan veitingastæðin falla þannig ekki það? Já, ég veit ekki eftir með eitthvað dæmi Já, bara 90% veitingastæða eru out of business eftir 3 ár sko Já, ég held að vera að tala út þegar voru á dýrir að það komið eitthvað svoleiðis Já, menna, þú veist, jú, eflaust Jú, ég held að það hefði nú alveg gerst að fólk bara veigri sig við að fara á einhverja veitingastæði því þeir eru orðnir of dýrir Já, 100% Ég bara er ekki með eitthvað on top of my mind sko Svo er náttúrulega Dominos
þeir koma fram hérna, þeir stíga fram á heilugum þriðjudegi og segja þriðjudagstilboðin, nú hækkum við þau. Já. Og upp í 1200 kall, úr 1100, það náttúrulega mjög stutt síðan þeir hækkuðu það. Var ekki bara fyrra? Upp í 1200 og, bara seint á síðasta ári held ég, eða seinni hluta síðasta árs og núna 1200 krónur, en það náttúrulega sjálfsögðu verðt að minnast á það frá því að þeir lögðu fram þetta tilboð, þá hefur í rauninni verðlag í landinu hækkað 60% sko. Já. Þannig að þó að þú borgir 1200 fyrir pítsuna í dag, þá hún að raunvirði talsvert ódýrari heldur hún var í byrjun. Ja, hvenær kemur þriðjudagstilboðið fram? 2010, 11 eða eitthvað? Ég þekki. Ekki alveg með á hreinu, en eitthvað í kringu það held ég. Ég er bara aðdáandi. Mikil aðdáandi og við fyrirgefum þeim þetta svo sem. Já. Sömuleiðis megavikan á 1790 ætti að vera á 2200 ef hún hefði fyllt verðlagi. Þannig að þau eiga þetta alveg inni sko. Talaði líka að þetta væri svona þeirra mest krefjandi rekstrarár í 30 ár ef að minnið ekki að bregðast mér. Þannig að hérna, við óskuðum að sjálfsögðu velfarnaðar, en það tekur samstarfsaðil okkar. Það sömuleiðis Gorilla vöruhús líka. Já. Og ég var að tala við Heildsala. Já. Hann hló svo mikið að ég náði ekki að tala við hann. Nei. Og svo hitti ég á hann bara í sundi daginn eftir. Akkur hann hlæða svona mikið í gerð, þá var þetta 2. janúar. Og sagði, ég var átt á mig á því. Hann búin að tryggja sig. Nei, það allir hinir vitleysingarnir sem ekki á Gorilla eru núna með eitthvað svona vörutalningadag. Fara inn á lager, reyna átt að sjá því hvað eigi byrðum og eitthvað. Þetta allt, hann sagði, ég með allt hjá Gorilla, allt upp á 10. Þeir skutlu svo bara í búði fyrir mig, ég sendi pantanir. Hugsaðir lúksusinn. Þurfa ekki að eiga þetta inni. Heildsalar hjá Gorilla, þeir hætti ekki að hlæja. Og það nefnilega líka sérstaklega í janúar. Valið punktur, þetta ekki bara netverslanir, sko, þetta auðvitað heildsalarnir líka sem að græða á því að vera þar. Já. Ja, klárt og þú hættir ekki að hlæja. Það sé ekki spurninga en annað en að setja það sem áramóta heita að koma Gorilla inn í þinn rekstur. Fyrir okkur sem erum í þessum business að heyra strax í Gorilla. Það að fyllast aftur, þeir að fylla húsnæði. Hvað komin í? 60-70%? Eitthvað svo. Það rannast inn fyrir spurnir, þannig að þó þið séu ekki alveg viss, takkið í fundin. Egill helviti næskaur. Sammála því. Svo veist alltaf að Danna á kantinum, hann reyndar að reyka ferðarþjónustu apparati sko. En þetta bara veldi sem þeir að koma þarna upp. Það bara mjög flott. Það þarf einhver að vera í Ég ætti meila bara að plata þá í kaffi. Já, það liggur alveg á döfunni. Það verður mjög merkilegt að fara yfir þeirra sögu sko. Já, fram að því, reyni að hitta á fyrst áður að heyri þeim frá okkur. Heyrðu? Svo erum við nú líka, við erum nú ekki bara með fréttir í dag, við erum með einhverja móla. Við erum náttúrulega með stærstu sorgarfrétt 2022. Já, einmitt, og þá komið að, kannski, á ég að setja lag undir hérna. Að taka það strax? Já, viltu ekki bara kíkja á það? Já, það var sem sagt þannig að 31. desember þá fáu þær fréttir að Páinn, Benedikt. Ég reyndar að fatta Þú getur ekki byrjað þetta svona. Nei, sko Ég að setja þetta lagi sem hún baðst mig Ok. Sko, hann var Nú með hvað var maðurinn? X-Vaff-I Hvað aftur latneska? 16. væntanlega. Það 16? Það þekki ég. Ég þekki það ekki. Vá, þetta alveg skita. Ég nefnilega alltaf að 8 virðingu mína en ég var nefnilega bara að skrifa hjá mér að hann væri 260.50 páfinn. Já. En svo sé ég hérna X-Vaff-I og fer í panik út af því að það náttúrulega ekki 265. Nei, en þeir heiti ekki alltaf Benedikt sko. Nei. Þetta bara svo kongaliði sko. Já, og sko Af hverju vildur þetta lag undir? Er þetta ekki Pappa úti? Jú, það eru margir sem áttu að segja að þetta Páinn. Já, þýðir það sem þetta Páinn, eða? Ég held að Pappa úti. Nei, þetta bara eitthvað franskt. Mér fannst það bara viðeigandi. Mér fannst bara Pappa. Heyrir fólk þetta? Já, fólk heyrir. Páinn! Já, þú ert að fara sem þetta yfir dánarfregnir Páans og þú vildi þetta lag, ok. Já, byrjaði að klúra númer hvað hann var. Nei, sko, ég var með þarna. Þú sendir náttúrulega á mig á gamlárskvöld. Eða á gamlárs. Það kannski kveðja sem að mætti bara fara í lofti. Já, þú sendir sko með brá svo mikið þegar þú sendir mér þetta því ég held að það væri eitthvað að hjá þér sko. Ekki sitt í lofti, ég held að jú spila þetta. Nei, þú sagði þér eitthvað svona herðið, það annars frekar mikið sorgardagurinn á mínu heimili í dag og ég bara, hvað er að gerast hérna?
Það er páfinn, hann dó í nótt eitthvað og ég var alveg hvað anskot. Ég veit ekki hvort, ég veit ekki hvort þú varst búinn að sjá fréttir. Já, eitthvað svona. Já, mjög gott. En sko, það er eitt sem þarf að koma fram. Þetta er ekki núverandi pái. Nei. Þetta er fyrsti páinn í 600 ára sögu Vatikansins. Já. Vatikanin er lengra aftur, en þetta er fyrst skipti í 600 ár sem að páinn segir af sér áður en hann deyr. Vissirðu það? Já, ég sá einhverja fréttu um það. Benedikt var semast pái frá 2005 til 2013 þegar hann ákvað bara að segja þetta gott. Og sko, það er eitt við þetta. Þessi pái dáinn, að maður fer að spá í þessu ríkidæmi. Við tókum það náttúrulega þegar Elisabeth drottning dó. Já. Hvað eru þau að kassin? Hvað eru launin? Hvað eru eignir þarna? Og þetta er sko, maður hélt að þetta væri eins legit og gerist. Það er bara ásætningu fyrir Vatikanið, páinn gefur upp hvað hann hefur. Þetta er bara mesta dölúð sem þú finnur og það er bara mjög umtalað að þau hafa bara trassað það í örugglega árþúsundir að gefa nákvæmlega upp fjárhagsstöðuna sko. Það hvílir mikið leynd einhvern veginn þetta. Já, og það var ein spurning frá strákunum í Chess After Dark. Teflið þú reglulega við páfann? Nei, það ger ég lítið af. Þeir segja Leifur og Birkir. Tefli bara lítið almennt. Heyrðum að væri með páfaumræðu, vildum taka fram að við teflum reglulega við páfann og við erum fáir sem vinnan. Takk fyrir það. Jú, bara ég tefli við páfann bara eins og hver annar held ég. Já, en sko, maður er búinn að vera pínu kumsa yfir hvað er lítið um þetta. Ég tók smá research. Núverandi pái er Pope Francis. Hann er fæddur í Flóus í Argentínu 1936 og hann er nettur badass. Ég fann nefnilega gamla grein þar sem hann var bendlaður við mannrán í Argentínu fyrir einhverjum 40-50 árum sko. Og nú ætla ég að skipta lag bara endilega. Og sko, það er badass að vera í mannráni, eitthvað sem maður mælir ekki með og bjóst ekki við að maður í þessari stöðu taka þátt í. Badass Move 2 er að hann er fyrsti páfi sögunar til að stofna Instagram. Hann var frumkvöðull í sínu starfi. Já, og veistu hverjum, hann er með 9 million followers, en veistu hverjum hann er að fylgja? Nei. Absolutely nobody. Hann er það mikill badass að hann fer á grammið. Það er óendalegt ratio bara. Já, þú veist, það er svo badass move að fara, ég ætla að fara á grammið, svo aðri geti fylgst með mér. Ég er ekki að fara að fylgjast með neinum öðrum. Þú veist, Gústi Kardináli, þetta. Gleymdu því að ég fylgja. Já, bara einhver af þessum baurum sem er í kringmann. Ég veit það. Sko, smá auka info til að kynnast betur karakternum. Hann fíla víst viski og hann gengur með hring sem er reynda bara páarhringurinn. Veist hvað hringurinn er metin á? Einhvern slatta held ég. $800,000. Já, það er slatti. Menn er ekki að slaka á sig ís á úrliðin, það er bara, ég ætla að vera með hring. Hvað er hann gamall? Þú voru að reikna það, hann er fæddur 1936. Nei, hvað er sko hringurinn gamall? Já, ég fann ekkert um það. Er þetta svona rúbínhringur með svona... Nei, þetta sko, ef þú googlaði bara The Pope Ring. Já, einmitt, þetta er svona, einmitt, hann er flottur þessi. Já, þetta er bara svona eitt ringur til að stjórna þeim öllum. Þetta er svona, allir Lord of the Rings sæki í þetta og þetta sé ígildi Sauron í Lord of the Rings. Já, hann er merktur á þessum ring, þannig að þetta er væntanlega, þetta er ekki farandsringur eins og við köllum það. Nei, sko, annað sér smíðaður fyrir hann. Til að halda okkur on track, þú kommentaðir ekkert á það, hann fíla vist viski. Hefðu þú veið það, páinn? Nei, ég minna meigaðir, eða þú veist, meigaðir drekka, hvernig? Já. Okay. Og það kemur ekkert fram að það sé drikkfeldur, Nei. En laun, sko, samkvæmt einni síðu, og það eru mjög mikið af svona skrýtnum síðum sem er að tjá sig Vatikani og fjármál þess, það er ekkert legit. Nei, þetta er væntanlega svona mismunandi upplýsingar bara. Já, og mjög óábyrgt á okkur að fara í loftið með þetta. En samkvæmt því sem ég hef séð, þá á hann rétt á alltaf $400,000 á ári í árslaun. Og það er bara fyrir páfana. Það tíðkast hins vegar að þeir gefi megniði til góðgerðamála og taki svona $3,500 til $4,000 á mánuði í vasan. Það er bara það sem að bara svona... þeir reikna sér sem laun sem að fer þá bara, ég veit ekki, arf til afkomenda eða mögulega bara gefið enn fremur til góðgerðamála. Ekki há upphæð sko. $4,000? Nei, ég var að hugsa þú veist, svona meða við. Getur ekki hent hér bara í Excelin og þú bara
umreiknar allt. Ég hef launatengt gjöld og allt. Já, sko $400,000 eru hvað, svona 56 kúlur ári, 52. Já, eitthvað, þú veist. Já, þú veist, það væri fín laun, það væri bara forstjóralaun í kaupöllinni. $4,000 á mánuði er bara, hvað, rétt undir meðalaunum á Íslandi, þannig hann er þar. Það er þá væntanlega 560 eða hvað sem hún segir, en þannig að dollarin er alveg 150, ekki? Jó, sinnum 400.000, hvað er það? Það er bara 600, skilur. 600? Það er 600.000 á mánuði ef hann er með, nei, dollarin er alltaf búin að lækka, alveg slata. 143, sjá, setjum þetta bara upp hérna. Þetta er 570, sem hann greiðir svo út 570.000 í laun. Ok, fyrir skatt. Já. Og engin bílastyrkur. Hann, já, en sko, er það nokkuð það? Sko, já, ég ætla nefnilega að segja eitt. Veistu hvað er að besta við Páfann? Nei. Og Vatikanið? Nei. Taxes paid. Já, það er zero. Nil. Það stendur ekki zero, það stendur nil. Þá þarf ég að taka það út. Já, takt út laun og launatengugjöld. Launatengugjöld líka, taka þau út. Já, þá er þetta bara 570. Þú veist hvað heldur þú að hann sé að borga Eflingu? Ég veit ekki, er þetta ekki stéttafélag Kardinála eða eitthvað svona? Það er hægt að fá okkur til að semja fyrir okkur við Kardinálana. En þá er þetta bara 570, það er ekkert flóknara það. Ef það er ekki launatengd gjöld, þá er þetta bara... Já, ok, heyrðu, ég fann hérna aðra grein, persónulega á hann að vera metinn á $2,5 milljón. Ok. Reiknaði það. 2,5 sinnum, gengið dags í dag. Já, bara... Hvað er þetta? 310? Eitthvað svona... 360, cirka. Já, það er svo mikið? Já. Djúvill er ég maður að... Já, 2,5 milljón. Já, $2,5 milljón. Já. Það er, þú veist, það er það sem skilur eftir sig, talið. En, það er Páfinn. Páfinn er bara leikmaður í svakalegu apparáti sem heitir Vatikanið. Og það hefur lengi verið skítalitt af því, sko. Já, ok, ég ætla nú ekki að segja það. Það er mjög leyndardómsfullt ríki, svo ekki sem er að sagt. Og eins og ég segi, hefur ekkert endilega haft að reglu að upplýsa fjármálin, en það eru ýmsir sorsar. Og ég ætla nú bara að segja með þetta fallega ríki. Margur er knár þótt hans í smár. Þetta er minnsta ríki í heiminum. Já. Sennilega spiltast það, sant? Heyrðu, slökum nú aðeins á hérna flambur. Ok. Það búa færri en 1000-anna, en þau eru með einhverja 4.800 starfsmenn á launaskrá í kringum allt operationið. Fínast það, já. En til að skilja fjármál Vatikansins, þá þarfst að skilja milli 3 hluta. Það er The Holy See, það er The Vatican Bank, eða Vatikanski bankin, og svo bara The Vatican. Skilur bara Vatikani sjálf. Bara páfa embættið þarna. Já, The Holy See er framkvæmdavald ríkisins, bara í rauninni operationið. Þau eru ekki með forsetaðana, það er bara einstaklingarnir og aðrir sem þú díla við. Það kemur fram að þetta séu bara 500 manns sem eru sem búa bara population. Já, ok, ég sagði búa færri en 1000. Já, færri en 1000, já. Það er svo gaman að þau eru með svona win-win situation. Þú segir 500 og ég sagði 1000. Þú hafðir raun rétt fyrir þig líka. Ég held að fólk hafi gaman að þessu. Það er talað 518 2023 population. Búist við því? Já, ég held að sé ekki mikið fjölgun hérna. Nei, það er úr 510 2022 upp í 518. Þessi með nokkra bríters þarna, það eru 50 græðnaglar og frúr sem að... Sko, The Holy See er framkvæmdavaldið. Vatikan er bara svæðið og áætlaðar tekjur ársins 2022 og það er kannski hægt að setja þetta bara svolítið í ég veit ekki, það væri illa gert að setja í samræmi við Reykjavíkurborg eða eitthvað að þú veist, það er lítill sem enginn tekjuafgangur þarna ár frá ári, útgjöld vaksa og það er semst hérna að þeir birta spá fyrir 2023 sem er nýtt sem gerir ráð fyrir $823 milljón í tekjur og planið var að eyða $885 milljón. Þannig að þau eru að gera smá... Eyða umfram efni þannig. Já, akkurat. Og það hefur vist verið þannig mjög lengi. Tekjurnar skiptast þannig að 65% af þessum 823 milljónum ákoma frá því sem að þau kalla þjónustu tekjur. Sem er rekstur á það bil 60 kirkjum í Róm. Þau reka kirkjur víðsvegar. Rekstur fasteigna í Vatikaninu sem að þau eiga. Og af spítulum. Þau eru með spítala á víð og dreif. Einnig eru tekjur af vöxtum og fjárfestingum. Þau hafa verið að fjárfesta. Til dæmis í iðnað út alla Ítalíu, fasteignum og skuldabrifum. En það er ein regla, eða 2. Aldrei að meira en 6% í einhver einni eign. Veit ég hvernig það virkar fyrir fasteigninar, en þá talaðum það í hlutabrifunum. Og svo er hin reglan, og það er að fjárfesta alls ekki ákvæðnum fyrirtækjum. Viltu giska hvað þau fjárfesta ekki í Vatikanið?
einhverju atheist dæmi, ekki vísinda einhverju. Sko, það fylgir hérna og enn og aftur, þetta mjög, en það stendur að þeir fjárfesta ekki í lyfjafyrirtækjum sem framleiða pilluna. Birth control. Já, þetta er svo ruglað, sko. Og þeir byggja, þetta ég hélt, áður en ég kynntist þér, að þetta væri þín fjárfestingarstefna. Hinn svo kallega faith-based investing strategy. En ég veit úr trífuna henni. Faith-based, Já, og það vísað í hérna einhverja Wikipedia-grein. Það hljómar sem ávöxtun maður. Já, googlaðu faith-based investing strategy ROI. Því að það fylgir alveg sögunni að það hefur verið svolítið skvaldur innan Vatikansins að afkoma af fjárfestingum hjá þeim fyrir eitthvað döpur, sko. Herðu, já, Jesús. Ok, 24% kemur frá, og ég glemdi því þetta. Þau eru farin að tala sko increase your spiritual ROI. Það þarf að finna eitthvað. Já. Þegar raunávöxtunir í hakki og nafnávöxtun. Þá bara ávöxtaðu sálina. Já. Sko, svo kemur hérna 24% tekjum. Aftur, við erum ennþá bara að tala um það Holy See. Ég eru bara það sem ég kalla franchise tekjur, svolítið fyrir að fá að taka þátt í partíinu. Að það eru kirkjur eða svæði innan kaþólskar trúar út allan heim. Þau standa undir 24% af tekjum. Og þetta heitir diocese. Svo hérna 6% kemur frá 8th century í gegnum hugtak sem heitir Peter's Pence, sem eru frjálsframlög frá bara kaþólikjum og fólki alls staðar. Það er náttúrulega verið að dæla í þetta, sko. Hversu mikið að tekjum Þetta bara 6% samt. Það er ekki meira? Nei. Þess að 6% af $800 eitthvað dollarum, þú veist. Milljónum, já, akkurat. $800 million segi ég. Já, sko, núna förum við yfir í Vatican City. Rekstur borgarna, það er kannski meira svo Reykjavík. En þau sjá reksturinn á Sistine Chapel, er það hvað, 16. kapellan? Sankti Péturs Basiliku og safninu sjálfu. Og síðustu tölur þaðan sem hafa verið birtar að þau hafa verið með 315 miljón evra í tekjur 2013. Já. Og þetta svona túristabötan. Þetta rauninni alltaf þegar þú sér myndir af Vatikanu, tróðið af fólki fyrir utan þarna safnið. Hefur verið þarna? Nei, en ég hef séð náttúrulega bara kvendir, það alltaf stappað þarna, sko. Já, ég hef mitt ákvað að mæta þarna þegar ég var út í Róm. Mættu 9. Eitthvað recommended. Það voru svona 3000 manns í röð, þannig að það var bara taka mynd og labba burt, sko. Þau eru með 315 miljón evra í tekjur og það rauninni bara ekkert fleira að gefa upp um það. En svo það, síðast en ekki síst, ekki reka smáríki að hans að vera með gjörspilltan banka, sko. Það bara ein regla. Og þó það sé ekki nema einn banki, og það The Vatican Bank. Og sko, hann hefur verið í alls konar skandölum. Kaup og sal á fasteignum, peningaþvætti, fjársvik. Ángríns, allt í kringum þessa trú bara svik og pretti. Slögum. Nei, þetta mér langar svo apeshita hérna, halda áfram. Já, sko, en sem dæmi, það var fyrrverandi bankastjórinn, hann tekinn 2018, hann 81 árs í dag, hann var fangilsaður 2021, sem ekki lengur fyrra, heldur hitt fyrra, ásamt lögmann sínum, en þeir voru búin að hirða einhverja 50 miljón evra af bankanum í gegnum embezzlement. Þannig að þeir voru sko að kaupa fasteignir frá Vatikanu sjálfu, langt undir markaðsverði, búnir að selja þær einhverjum öðrum og voru að pocketa mismunin. Það breytir því ekki að eignir Vatican Bank eru metnar hérna á 5,6 miljardar evra eða billion euros. Þannig að þeir eiga alveg auður. En þetta banki og inniheldur í þessum eignum, þú veist, það talið sem sagt fjárfestingareignir og innistæður. Og það einhverju 15,000 account holders hjá The Vatican Bank. Og hverjir eru það? Eru það þá bara kardinálar og einhverjir kaþólskir? Já, það væntanlega allir sér undir 1000 sem búa þarna. Ég giska á eitthvað starfsmönnunum, 4000. Svo kannski bara einhverjir sprellar út allan heim. Ég var að sækja aðild. Og ert með IBAN-færslu í gangi núna? Já. Koma öllu yfir? Og ég að færa aukakrónuna mínar yfir í vatikanska krónur. Nei, ólíkt því sem gerist í þessu spilta bankaumhverfið þarna. Þá erum við að nota aukakrónunar hérna heima til þess að kaupa og fá cashback. Algjörlega, og það auðvitað í boði Landsbankans. Í boði Landsbankans, og það hérna dýlvikunar sem fyrr. Nú það kjötbúðin, 5%, takk fyrir. Já. Og
Ég held að allir hafi gott að því að tróða þessu út af kjöti núna eftir hátíðarnar. Já, ég er sammála því. Þetta á grensásveginum, þannig að þar færðu 5% endurgreiðslu. Það líka heiðaleg kjötbúð, hún mjög flott. Já. Bara fínasta kjötbúð og þar færðu 5% cashback með aukakrónu Landsbankans. Það eru 200 pluss samstarfsaðilar þarna með svona álíka díla. Sömuleiðis náttúrulega færðu aukakrónur fyrir alla innlenda veltu líka. Þannig að þú ert bara að safna upp allt árið og eins og við hefum sagt. Nú komin tími bara á að byrja og safna fyrir næstu jólum. Þá verða jólagjafirnar fríar. Já, bara byrja núna og svo annað. Þetta náttúrulega nýtt ár, nýra aldur. Það ansi margir á árunni að þetta í 14, 16, 18 farnir að spá í kortum í fyrsta skipti. Komið minn í aukakrónun. Algjörlega. Að kenna þeim þetta strax. Ekki spurning. Þetta þetta svona létt, svona kreditskórvæp yfir þessu? Svona eins og í Bandaríkjunum? Það mun koma. Það mun koma. Nei, ég meina meðan það ekki til hérna á Íslandi, þá aukakrónunar auðvitað bara. Bara safna þess miklu þú getur þarna. Já, klárt. Spurning. Ég held að styrki bara þína stöðu. Algjörlega. Þökkum aukakrónum og Landsbankanum kærlega fyrir það. En til að klára þetta, bottom line, að Vatikanið, þetta smáríki með lifandi mann í guðatölu, virðist vera nokkuð spilt bankakerfi og stjórnmálamenn sem eyða með efni fram. Já, og svo náttúrulega, þú minnist náttúrulega ekkert á bara, barnaníðskandalinn og sexskandalinn sem í gangi þarna. Alltaf virðist vera á hverju ári núna, sko. Já, í Vatikanu, eða þetta tala bara katólsku kirkjuna? Það náttúrulega talað bara, þú veist, þessir kardinálar og þetta starfslið þarna, sko. Þú veist, þetta orðin einhver bara svona kynlífsklúbbur, sko. Og svo eru náttúrulega að koma upp alltaf einhver ný barnaníðsmál og annað, sko, og þetta bara, þú veist, það á bara að leggja þetta bull niður, þú veist, hvaða tilgangi þjónar þetta? Þetta Vatikan. Já, þú veist, þetta hægt að skila hagnaði í kassan. Þú veist, þetta bara rekki í tapi eins og þú segir. Já, það lítur út fyrir það. Og svo, þú veist, starf páfans að mæta einhvert og vera þarna hrókur alls fagnaðar í einhverja nokkra mínútur og veist, þetta bara rugl, sko. Ég náttúrulega sko, strámtið tekið trúleysingi, sko. Já, ég veit að það ekkert allir þar, sko, en mér finnst þetta bara svona dálítið badsins tíma, þetta rugl, eins og þú segir, 257. páfinn. Þú veist, ekki komið bara klippa á þetta? Fólk verður trúfrelsi. Ég er kaþóliki. Nei, það er ekki. Nei, ég er ekki. Þetta er alveg rétt. Það hafa verið alls konar skandalar. Þetta er búið að eyðileggja líf, tugi ef ekki 100 manns, þessi kirkja og þetta. Þú veist, þetta hefur aldrei haft neitt gott upp á sig. Kaþólska trúin. Já, ég meina, þú veist, að koma upp einhverju svona siðferði, einhverju ramma á samfélög, skilurðu hérna á miðöldum, punktur, þú veist, við þurfum þetta ekki í dag, sko. Þetta bara eins og ég segi badsins tíma, en einhverjum tímapunkti í mannkynssögunni var þetta svona, þú veist, koma á lög og reglu, ef svo orðið komast. Já. En eins og ég segi, ég vil það burt og ég er þreyttur að sjá skandalafréttinar og þetta hægt að koma hana óvart, sko. Og þegar þú segir mér núna að þetta sé bara fjárfesta í einhverju svona hvað segirðu? Faith-based. Já, faith-based, já. Ég sá að vera einhverju gaurar úr Stefni voru að stofna nýtt sjóðastýringafyrirtæki. Ég mikla trú að þeir sé að fara í faith-based investment strategy. Nei, ég held að það sé engum til góða, sko, að hafna tækninni, sko, eins og þeir í raun gera, sko. Já, en svona til að loka þessu. Loka þessu bara. Þín loka orð til þeirra 1.345.000.000 manna sem eru meðlimir kaþólsku kirkjunar og kaþólskar trúar. Já. Þetta er komið gott, segir Arnar Þór Ólafsson. Já, þú veist, bara þetta rugl, skilur, ég meina, fólk getur, ég vil trúa því að heimurinn væri betri staður án trúar í dag. Veistu hver á betri stað í dag? Nei. Handboltinn. Já, herðu, einmitt, og ég ætla nú kannski ekki að tala handboltan sérstaklega, en ég ætla að tala þessum veðmál. Sko, sigurlíkur landsliðsins eru það sem að ber hæst á góma. Já. Sem að hefur nú oft orðið Íslandingum að falli þegar við förum að tala okkur aðeins svo mikið við. En sko, nú veit ég kannski aðeins meir handbolta en þú. Já. Og ég get eiginlega með sanni sagt að, ég sagði þetta í fyrra líka, ég sagði þetta hins vegar ekki hitt í fyrra og árið þar áður, en núna erum við með núna eigum við að vera með lið sem að getur bara komast á pall ef ekki sigrað þetta mót. Já, þú ert einn aðeins sem þetta ópeppa þetta. Ég er eiginlega, það er meira en sko álit, það er samfæring mín. Okay. Við, bara þú ert einn ásamt fleirum, það er bara staðan. Og
því að bara, eins og þú segir, með 9 ári kemur nýr aldur, ný tala, þannig að, þú veist, við erum alltaf að safna í reynslubankan, erum með ennþá frekar ungt lið, en höfum sjálf að vera tilbúinir, en sko, nú er maður upp á síðkastið búin að vera betta aðeins. Þú ert þar? Já, búin að vera aðeins í veðmálunum, svona í kjölfar heimsmeistara mótsins í pílu, ég náttúrulega fór á Ali Palli á milli jól og nýjárs, og nú er náttúrulega vertíðin að byrja í handboltanum, og háum í handbolta, og sko, maður hefur nú verið duglegur síðustu ár líka að veðja á þessi mót og hef haft misjafnt upp úr því, en mér langaði svona aðeins að gefa þessari iðju smá yfirferð. Mér langaði bara svona aðeins að snerta á henni, en við ber að nefna það að við höfum tryggt okkur gest í næsta þætti til að fara ítarlegra yfir þessa iðju og þennan iðnað. Já. Það er Daði Laxdal, fataframleiðandinn sjálfur. Já, Daði Laxdal frá GAN, svæðisstjóri Evrópu hjá GAN Limited, sem er bandarískt veðmálafyrirtæki. Já. Og hann ætlar að koma hérna og bara strauja markaðinn með okkur. Já, það verður skemmtilegt, því að maður skilur ekkert í þessu. Nei, og það má ekki. Og þess vegna vildi ég ekkert vera svona, ég vildi kannski meira fara svona yfir vaxtatölur í þessu, frekar en að vera svona, fara yfir iðnaðinn. Þetta er eitt af því sem er mér bara svona ofvaxið, sko. Já. En þú veist eins og þetta, er lengjan að stuðla þetta? Þú veist, er lengjan bara í fótbolta? Er lengjan í handbolta? Já, hún er nú í mörgum íþróttum, bara í fótbolta held ég, sko. Nei, ég þekki ekki. Við munum komast að því með Daða hérna með okkur í næstu viku. En þetta er náttúrulega, þetta hefur þótt dálítið svona tabú hérna heima. Veðmál? Já. Eða handbolti? Já, eða bara veðmál. Já, mér finnst handbolti svolítið tabú í þetta. Já, þú veist, það er allan að verið að vinna því kerfisbundið að skemma þá íþrótt með þessu COVID-bulli. Það var COVID-test alla sem að vera þann úti, sko. Já. COVID er búið, sko. Já, nema, þetta er til útflutnings núna frá Kína. Já, þú veist, þetta er haldið í Danmörku og Pólandi, sko, þetta mót. Já. Það er COVID löngu búið, sko. Já. En, sko, eins og ég segi, tabú hérna heima, en það vil svo til að þetta er risavaxin iðnaður á heimsvísu. Sem sagt, veðmálin. En samkvæmt 300 blaðsíðna skýrslu hérna frá The Business Research Company, þá óx veðmálamarkaðurinn eins og hann leggur sig úr $287 miljardum árið 2021 upp í 457 miljardi árið 2022. Já. Það er 59% vöxtur á einu ári. Og þá á ég raun bara við allt tengt veðmálum, meira að segja bingo var inn í þessu. Þú veist, þetta er kasínóið, þetta er íþróttaveðmál og allur pakkinn. En sko, það sem er náttúrulega búið að vera í langmestum vexti af þessu eru veðmál á netinu, svo kallað online gambling. Og inn í því er náttúrulega bara svona online spilavíti, póker, rúlletta og svo ógleymdum íþróttaveðmálunum. Og þetta er búið að vera í sturluðum vexti seinustu ár og mun samkvæmt spám halda áfram í 12% árlegum vexti til ársins 2030 að minnstakosti. Já. Eins og staðan var 2021, talið að market capið á veðmálunum á netinu hafi verið 58,2 miljardar dollara, sem er 8.500 miljardar íslenska króna, rúm tvöföld landsframleiðsla, sko. Já. Íslands. Þetta er semst bara stærri markaðsins. Já, semst veðmál á netinu. Já, bara á netinu? Já, en sko, eins og stendur í dag er þetta ekki nema 13% af heildar gambling kökunni, en eins og ég segja, hann fer ört vaxandi og það er talið að þessi iðnaður muni vera virðið rúmlega $150 miljard 2030, takk fyrir. Og það er nokkuð stórt, sko. Hefur þú eitthvað verið að betta það? Nei, og lítið. Nei, ekki bara, það er ekkert svona, ekkert þegar Ísland var á HM eða EM eða eitthvað þannig? Nei. Það er ekkert svona í stemningsbettunum? Nei. Það mesta sem, og mér getur kannski rætt að ég keypti minni einhver af þessum grúppum, svona 2016-17. Já, betting tips. Já. Svo náði ég aldrei að betta þegar tipsin kom inn. Já. Og var bara með einhver 10 skall eða eitthvað og ég bara eyddi peningnum og hætti svo og áttaði mig á því að þetta er ekki mitt. Ég man eftir þessum að þurfti að vera svo snöggur út af því að annars var þetta bara limitaðið að svona sá sem átti síðuna eða bara sjóðstjórinn hendinn bara á random tíma. Það er kvennalegur Fylkis og Breiðabliks. Allir að sitja á Fylki núna 1,5. Hrúaðist inn. Og bara ef þú leist á síman 10 mínútum og seint þá voru sko síðuna búin að bregðast við og breyta stuðlunum. Þannig að maður þarna eins og eitthvað fíbl kemur inn, já, flott, henda á þetta og náttúrulega löngu búið að djösta fyrir allt. En nei, ég er ekkert í þessu. Hvað myndið þú halda að væri svona bettsjúkasta þjóðin? Bara sko á alheimsvísu. Má ég segja 2? Já.
Já, ok, má ég byrja að giska á heimsálfu? Já. Mér langar að segja Asía. Asía, nei, ég get eiginlega ekki. Norður-Ameríka. Asía með 2 lönd hérna á topp 10 listanum yfir millions of visit per month, eða visit per month. Já, þetta náttúrulega ekki, það ber að nefna það að til dæmis Bretland og Bandaríkin eru með langhæsta hlutfallið, skilurðu? Já, ég ætlaði bara að giska á Bandaríkin eða Kína. Já, út af Las Vegas eða Macau. Þetta er í rauninni online, sem ég er með tölur hérna fyrir. Já, meinar. Og eins og í Bandaríkjunum það í rauninni, hefur það verið bannað lengi vel, en samt núna opnast. Bara ríki eftir ríki að opna á það, Þetta er tricky shit. Ég segi bara Noregur. Nei, það er rangt, Já, Þetta voru náttúrulega ekkert sérstaklega kannski haldbær gögn þannig, en þetta er allavega visits per month, því að Brasilia er efst með 91,1 miljón visit á bet síður. Já, það. En ég held að Brasil population er einhver góma. Ég held að sé 206. 220 það bil. Og þannig að þetta er svona 40% eða rúmlega 40% sem er að stilla inn á þessa síður. Svo er eins og ég segi, Bretland er með 30 miljón heimsókna á mánuði, og Bretar er ekki nema rúmlega 60 miljónir, Já, þeir eru alveg trítilóðir, Og bara eins og við vorum með sjoppur og vídeolegur fyrir 10-15 árum. Já. Þeir ennþá með The Bookies. Já, einmitt, Bretar eru alveg farvíkir, En ég ætla svona aðeins að fara yfir út af því að ég fór að leita einhver svona konkrétt lista yfir stærstu bet unnin og eitthvað svona alls konar. Það virðist vera svona mikið misræmi í þessu öllu saman. Bara eins og fjármál Vatíkans. Já, svona dálítið, þú veist, listar, þetta fór ekki alveg saman hljóðuminn, þannig ég tók saman svona bet sem ég vissi að höfðu unnist og ætla að þylja upp hérna. Í boði Brauð og Kó, að sjálfsögðu. Já. Og við hvetjum ykkur til að kíkja þangað sérstaklega í lúuna á Laugaveginum. Já, hvet fólk til að vera samt ekkert að gambla. Farið bara í Brauð og Kó, þú veist, ekki halda að þið fáið betra súrdeg einhvers staðar annars staðar. Nei, einmitt. Allra síst að gera það sjálf. Súrdegsbrauð í Brauð og Kó. Já. Túnfisksalat, chili. Já, túnfisksalati, chili líka, in terms of bara lægsti stuðull á að allir á skrifstofunni verði ánægðir þegar þú mætir. Ég segi það. Þetta er eina vitið, kæra hlustendur, í föstudagskaffi á þínum vinnustað, þannig að pikkaði yfirmann, eða ef þú ert yfirmaður, bara í guðana bænum, panta þetta, og það er líka pakkar í boði inn á brauðokó.is. Tökum stóran vinnustað eins og Landsbankann. Sorry, ég ætla að fá þig til að stuðla þetta í beinni. Hjalti, góðu skapi. Nú kemur ég með Brauð og Kó handa öllum í vinnunni, sem eru 400-500 manns. Hver er stuðullin á að allir verið sátti með túnfisk, chili, túnfisk og ostasalati? Ég myndi segja að stuðullin á því væri svona 1,05, 1,04 á túnfiskinn? Já. En á osta? Osta 1,05. Ég held að fólk sé hrifnar af túnfisknum. Já, sammála. Og hvað var þá? Chili túna eftir? Chili túna er 1,02. Það verða allir sátti með það. Þetta er helg. Ég held að þú færi, það myndi fáir nenn að betta hjá þér. Þetta er lægstu stuðlar á 3 ár. Ég er að segja, þetta er bara svo mikið gæði. Þetta er vottur gæði. Ég ætlaði nefnilega ostasalati, það ögrar aðeins. Það ögrar. Þú með döðlur og fleiri. Ostasalati. Ég elska það. Já, Brauð og Kó, það ögrar. En maður hefur alveg lent í því að koma og bara, þetta er eitthvað nýtt. Þetta ekki bara með túnfisk. Já, algjörlega. Þú veist það, þess vegna... Svo eru náttúrulega ostasalatsfíklar. Ég meina, ég hef heyrt að þetta keyri í Kauphöllina. Það eru miðlara sem eru ostasalatsfíklar. Þurfum að heyra þið þeim. Já. Herru, við þökkum Brauð og Kó að sjálfsögðu kærlega fyrir. En sko, þú getur séð þetta bara á dagsgengi. Já. Þegar hann er markaðurinn grænn, þá erum við búin að vera mikið í ostasalati. Herru, hættu nú. Já, ok, flott. Nú þarf ég að samt að minnast á eitt sem ég eiginlega glemdi áður en ég fer í þessi skemmtilegu bet. Það er, hefurðu heyrt Macau? Já. Ég kann ekki verða þetta fram. Ég er örugglega ekki verða þetta rétt fram. Þetta er svona kínverst, svona, hvernig veit ekki, sjálfstjórnaríki? Jú, þetta er í rauninni sett upp til þess að búa til svona asískt Las Vegas. Já, þetta er Macau. Þetta er sem sagt, sjálfstjórnarsvæði í Kína. Já. Ég var að heyra þetta í fyrsta skipti bara þegar ég var aðeins að rúlla yfir til gær. Já, það? Nei, þetta er rísa. Og þetta er bara Las Vegas, Asíu. Akkurat, já. Og þetta er eiginlega alveg sturlað dæmi. Þetta er
en alltaf veðmál eru bara bönnuð mestmagnis í Kína, það ríkisvætt sko. Já, en það fer ekki mikið fyrir því sko. Og það talað sko, að, með tölur frá 2019 að 39 miljón manns heimsóttu þetta Macau. Já, og þetta bara eins og eitthvað frímerki eða ekki? Þú veist, með tilliti til stærðar. Jó, og þetta sko, það búa 600.000 manns þarna, þetta eitt svona þéttbýlasta, þetta ekki stórt landsvæði sko. Já. En þetta að það var allavega 2019 ríkasta í rauninni, ef þetta væri ríki eða þjóð, skilur þá var þetta í rauninni per capita ríkasta með landsframleiðslu sko. Já, áhugavert. Og þau eru bara gjörsamlega að spæla monninga þarna sko. Ég held að Vatíkani hafi komist á topp 20 með það. Ekki meira, eða þú veist, já. Nei, ég meina Páin bara að borga sér 4, ef hann væri með $400 eins og flestir aðrir, þá kannski væri herra en mér finnst áhugavert að minnast á þetta sko. Þetta víst á hraðri leið sko. Það talað að Las Vegas hafi sko 63% held ég af tekjum sínum í gegnum sko entertainment en Macau bara aðeins 11. Fattar þið, þannig að Las Vegas, tekjurnar í Las Vegas ekkert aðalega spilavíti, það sko bara skemmtanalífið í kringu það sko. Já, ég farin 400 Vegas. En leið og Macau sko allar að fara að dæla meiru, eða þú veist hækka það hlutfall, þá eru þau bara konur í bullandi samkeppni sko. Já, það væri áhugavert. Þá bara verið að tala sjóin? Já, bara Las Vegas sjó, skilju. Já. En já, þú fórst til Las Vegas, viljum við heyra resta? Nei, bara sama, ég ekki gambler, tók út $100, fór í blackjack, við erum byrjuð 150, tapa neyri 100. Já, þetta bara flott, bara á nulli, fekk 2 fría drykki. Já, flott maður. En já, þetta áhugavert hvort að entertainment-talan sem þú talar séu sjóin, sem að... Þetta bara, entertainment iðnaðurinn, showbiz bara í Las Vegas. Já, því að maður fór nú að skjóta byssu og eitthvað svona, hvort að það telli inn í. Já. Það ekki ekki. En þetta allt fyrirtæki á markaði, þannig að við getum kannski bara... Já, það það góður punktur sko. Spila þetta spesial. Sleppum veitingastöðum og förum að skoða eitthvað á þessum spilavítum. Bandarísk spilavíti. Já. En nei, en svo ætla ég núna að koma með svona nokkur skemmtileg bett sem ég gróf upp. Ok. Og fyrsta 2004, það Gerry McElroy, pappi Rory McIlroy. Árið 2004 var Rory McIlroy 15 ára og pappa hans betta á það að hann myndi vinna British Open innan næstu 10 ára á stuðlinum 500 gegn 1. Já. Og það vannst að sjálfsögðu og hann setur sko 100.000 pund undir og vinnur sko Nei, ekkert 100.000, fyrirgefið, 200, vinnur 100.000, segi ég. Úff, ef hann hefði nú sett 100.000. Já, með þetta vitlu skrifa hjá mér, ég meika ekki sens, nei, hann setur 200 pund undir og vinnur 100.000, því að, eins og fræktur Rory McIlroy, þetta einn öflugasti kylfingur Bretlands, hann vann það, þannig að þetta var dálítið skemmtilegt. Sömuleiðis, ef við höldum okkur á Bretlandi, þá var Liverpool aðdáandi Adrian Hayward, hann bettaði 200 pundum á að Xabi Alonso, fyrir leikmaður Liverpool, myndi skora frá eigin vallarhelmingi árið 2005. Sem hann gerði? Sem hann svo gerði. Og þetta var á stöðlum 125 á móti 1. Og eins og ég segi... Hvað setti hann undir, segir þú? Hann setti 200 pund. Þannig að hann skilaði 25.000 pundum í hús, sem að þú veist, þetta alltaf skemmtilegt, þetta enga klikkar upp að en alltaf skemmtilegt þegar einhver svona, Eitthvað svona glory shots? Já, eitthvað svona algjör glory shot sko. Þetta 25.000 pund, 4,5 miljón á gengi í dagsins í dag. Já. Það eflaust einhverjir sem muna eftir þessu sko. En hann ætlar að skora gegn Luton á loka mínútum leiksins. Fyrir aftan miðju. Svo númer 1 og ég varð eiginlega að taka og þetta talið, af mörgum talið, svona stærsta skráða bett unnið sögunar. Það hafa einhverju unnið einhverjar x milljónir dollara sem bara heila eitthvað anonymous, þú veist, sem engin veit, það bara ekki skráð, fór ekki fréttinnar. Það Billy Walters sem að þú kannast nú eitthvað við. Já, ég mun aðeins kynna mér kauða. Já, þú munt kynna þér hann eitthvað. En það var árið 2010 þar sem að hann sko bettaði á Super Bowl að hann bettaði sem sagt á bara nákvæm úrslit þetta 31-17 hann bettaði bara á þessi leikur
fer 31-17. Það kemur ekki fram hversu mikið hans lagði undir, en hann vann 3,5 miljón bandaríkjadollara í profit á þessu betti. Áhugavert. Og þetta talað bara eitt stærsti pottur í sportsbetting skráði. History. Og ég reyndar hafði átt vonað að það væri hærra sko. Já, þegar þú segir það, en þetta náttúrulega... En þetta var allavega sko... Á svona líkindum eru menn kannski ekkert að þóra að leggja það... ég veit ekki. Þetta er allavega Super Bowl 2010, New Orleans Saints sem voru underdog sko. Og unnu gegn The Colts. Og Indianapolis Colts. Þú kannski kannast betur við þetta heldur en ég, búin að vera búsettur í Bandaríkjunum. Og hann bettaði bara 31-17 að underdogi myndi vinna það og þeir unnu það. Það er líka sko með alla þessi gæja. Þessi Billy Walters, hann er household name í betting. Honum moldríkur. Við gefum honum gott sjátt hérna í næsta þætti. En sko, með þessi líkindi, það er alltaf þegar maður fer að heyra veðmálum og öllu þessu, hvað maður vildi óska þess að maður væri yfir meðalgreind í starffræði sko. Og bara þekkja betur líkindin og tölfræðina og allt það. Einu líkindin sem ég þekki í dag, það er að veðja á smart media í vefsíðugerð. Þú sko, stuðlun er ekkert sérstaklega hár, ekkert sérstaklega lár. Þú veist bara, þú situr 100, 500, miljón, farið alltaf tífalt tilbaka. Betri vefsíða, ég er líka áhættu fælin. Ég myndi aldrei geta reikið lager þar sem að byrðakerfi mitt var ekki að tala við lagerstöðuna. Nei, guðana bænum. Myndið þú þóra því? Nei, ég myndi aldrei. Það eru gamlir satt núti, en það eru margir líka að lágmarka áhættuna og fara yfir til Envio hjá Smart Media. Þannig að við mælum bara með að kíkja á smartmedia.is. Ekki spurning, Envio. Herru, en eitt að lokum. Honorable mention í bettunum. Háinn. Nei, ég veit að það eru margir sem muni eftir þessu. Þetta er HM 2014. Þá er einhver geðsjúklingur sem að bettar og sko, ég fann ekki frétt, ég fann bara screenshotið af þessu. Ég fann ekki fréttina mér minnir að þetta hafi verið einhver svona ógæfumaður, ef svo má orðið komast, sem að átti þetta bett. Þú veist, einhver sem að ekki ógæfumaður, einhver bara sem gerði þetta blindfullur sko. Þú veist, bara í blackouti. Bettar á að Þýskaland muni vinna Brasilíu undanúrslitum 7-1. Straight bara 7-1 var bettið. Ekki nóg með það að þá sett hann það á seðil að Sami Khedira myndi skora í leiknum með. Nú er Sami Khedira muni eflust einhverju eftir honum, hann var djúpur miðjumaður í þýska liðinu, ekki þekktur fyrir að skora, ég held að hann eigi 7 mörk með þýska landsliðinu. Hann skorar í leiknum að sjálfsögðu. Stöðullinn 2319. Nei. Og hann setur þetta 20 pund á og vinnur sko rúma $46,000 tilbaka. Og sem þú veist, svo svona típist með svona sem er 7 milljónir eða svo. Já, hann takir allan peningin og segir ég fer á úrslitaleikin. Það sem að miðin kostar kannski einhverja milljónir. En þetta var mér minnistætt þetta bett út af því að ég hugsaði bara hvaða geðsjúklingur setur á þetta. En það voru 7 aðilar sem settu á bara rétt results í þessum leik 7-1 fyrir Þýskalandi og unnu, en það var enginn sem var með Sami Khedira líka á seðlinum sko. Mér finnst sko 2319 bara lélegur stöðull fyrir þetta sko. Þú veist, að Sami Khedira skori á að vera svona, þú veist, 8 í stöðull eða eitthvað og að straight úrslit séu 7-1 á að vera sko allavega bara 1000 sko. Þannig að eins og ég segi, ég vildi óska þess að vera yfir meðalgreind til þess að geta fært rök fyrir því að þetta sé lélegu stöðull á samt hér. En það er the bookies. Mér hefur nú gengið mjög vel í líkindafræði í háskólanáminu mínu, en ég hef aldrei komið mér í þetta betting dæmi sko. En það er nú kannski rétt að minnast á það. Það eru hagnaðartækifæri í þessu. Svona arbitrage. Frí hagnaðartækifæri sem að liggja á milli plattforma. Ef að það er formúla á bak við það sko. Kannski förum nánar út í það bara með Daða í næstu viku. Það er hægt að þú getur alltaf tryggt þig frían hagnaði í veðmálum. Það er ekki spurning sko, ef þú leitar nógu vel. Segjum við alltaf eða stundum. Eða stundum, við segjum bara stundum. Þá held ég að við séum bara svona að fara að loka þessu. Er eitthvað sérstök Föstudagskaffi með ykkur. Já,
Ekki stundum, heldur alltaf. Vilt þú ekki loka þessi dag bara? Jú, þetta var það. Þú ert búin að loka? Já. Það er að segja það. Með ykkur, ekki bara stundum, heldur alltaf.